Þannig að við erum búin að skoða hvernig við getum notað get server set props og þá hin leiðin sem er mjög mikið mælt með allstaðar í skjölunni hérna. Sjá, ég ætla að týna þessari blessu skjölun. Já, fyrir bara hérna. Er að nota þetta sem við kalla get static props og sjá, byrjum við getum ekki fara aftur hérna í data fetching þetta. Þetta er bara önnur síðan við vorum með á hann. Wow, ok. Allavega þá er það þetta static site generation og þetta býr þá til síðuna á build-tíma og er þá með tilbúið allt sem er. Þá getum við verið með, hérna hefur við verið með 10 viðburði, þeir eru allir búnir til og sóttir hver og einn titillinn úr húnum, lýsingin úr húnum, allt sett, allt vista bara niður sem HTML-skrá fyrir nákvæmlega það, þá birtingu. En þá lendum við í rauninni í þessu að við lendum í að við getum ekki keyrt eitthvað í hvert einasta skipti sem eitthvað gerist. Við getum ekki vissum að þetta sé alltaf up to date. Hérna segja use get static props if data required to render is available at build time ahead of a user's request og þetta getur verið í mörgum tilfellum ég er bara með okkur síðu eða opna tíma, ég bara gera einhverja mjög einfalda síðu fyrir eitthvað sem að bara þarf að vita matseðil og opna tíma. Ég veit þetta er bara fasti, ég þarf ekki að vera með einhvern brjálan server sem að regenerate hvert einasta requestu, ég get bara skrifa þetta út einu sinni og þetta er bara komið. Og headless CMS sem er samt svona, það er svona kostur og galla við það, en í langflestum tilfellum þá er svona headless CMS verandi content management system, að þá er ég með eitthvað sem ég sækja eitthvað gögn og ég bý til eitthvað gögn, þannig að ég bý til nýja síðu sem heitir hérna nýji rétturinn á matseðlinum eitthvað eða nýja frétt sem segir loka á morgun og það er bara tilbúið og það er bara síðan inn í framtíðina er það bara alltaf til staðar. Þá getur ég bara sótt alla síðurnar, alla fréttirnar og generata þær út. Svo er hérna ekki user specific gögn, þannig að það þarf ekki logguð inn og eitthvað sem þarf að vera pre-rendered fyrir SEO, Search Engine Optimization, and be very fast. Af því að ef við notum þetta og notum þetta síðan í hýsingu eins og í Vercel eða í hérna Cloudflare, þá er þetta bara eins kassaból og hægt er. Það er bara hægt að færa þetta yfir á Edge-nóður einhvers staðar. Það er bara HTML og JSON fyrir gögn einhver leyti og svo eitthvað JavaScript og eitthvað CSS og bara vefurinn svarar bara ótrúlega hratt. Og það getur oft verið bara rosalega góð ástæða til að nota þetta. Og svo er hérna hvenær þetta keyrir og þá getum við farin í þetta að nota þetta incremental static regeneration að þá getum við látið þessar stale síður revalidatast, þannig að ég uppfæri opnutíman, þá kemur ykkur inn, ef hún var stale þá er næsta veit ég allavega verið í lagi. Þannig að þá er hún að gefa upp þetta, þetta er ekki alltaf 100% en þetta verður á endanum verður þetta rétt. Og þegar við erum að nota þetta líka þá vitum við ekkert það hver er að koma inn, þannig að við vitum ekkert hvort að einhver sendi einhvern HTTP header eða verið að gera þetta, þannig að við getum aldrei notað þetta eins og fyrir vefþjónustur, af því að vefþjónustan þarf að geta introspekta HTTP beiðnina og brugðist við henni. Og hérna koma síðan bara dæmi það hvernig við getum verið að sækja eitthvað úr einhverju blogpost úr einhverju CMS sem síðan keyrir þetta og þá erum við með þessi get static props hérna og þau þá virka alveg eins og við vorum að sjá með hérna server-side renderinguna í get server-side props nema að þetta keyrir bara einu sinni á build-tíma. Þannig ef við skiptum þessu út og segjum þá hérna get static props context þá er virknin nákvæmlega svo sama sem við sjáum hérna nema nema okkur vantar akkurat hérna hina hliðina á þetta sem er í raun
Vá, hvað ég í rugli þegar skjárinn svona lítill og fyrir allt, ég tínu öllu út allt hérna. Nei, þetta var fyrsta hérna. Út af því að við erum í raun með síðu hérna sem með einhverju dýnamískri breytu, að þá veit í raun fyrirfram, þá veit ég ekkert, ok, hvað er það að biðja ég get ekki verið búinn að búa til eitthvað fyrir hérna /ASDF, að því ég veit ekki að ASDF möguleiki á því sem ég á að búa til. Þannig að hún generator ekki allt fyrir alla mögulega breytur þarna, þannig að það þarf að vera til tæmandi listi af því sem á að búa til. Og það er það sem að get static paths gerir, er að skila þeim bara lista af því. Svo er nánar svona ef við viljum vera alveg vita nákvæmlega hvað er og hvenær við ætlum að gera þetta og hvernig við getum blandað þessu saman. En ég ætla að fara hérna í get static paths til þess að fá þá dæmi það. Og þá bætum við því við hérna. Og þá segjum við í raun fyrir þetta að þá eru einhverju ákveðnir parametrar sem eiga að koma inn. Þannig að þá getur ég sett hérna að það er ASDF. Þá getur ég farið hérna og þá er ASDF til, en eitthvað annað er í raun undefined. Þannig að hún virkar síðan, en hún er ekki defined. Hún kemur hérna inn, hún birtist út af því að routingið heldur áfram að virka, alveg eins og við vorum með í React router, að síðan var þarna til, og við erum búin að segja að þetta er það sem að getur komið, nema ef hún fær eitthvað sem er ekki til hérna, þá eru bara parametrar eru óskilgreindir. Og þá getum við hugsanlega vildum við að það sé sjá. Það eru hérna API-referensarnir og þá er þetta hérna, við getum gefið upp þetta sem við erum með hérna og þetta getur þá líka í raun sótt eitthvað í, þetta er líka async. Þannig að þetta þarf ekki bara að vera að return einhverju hérna, þetta getur gert einhverja vefþjónustu kall, sækir alla mögulega viðburði, alla mögulega fréttir, alla mögulega síður og skilar þeim og hægt rólega og skilar þeim og þær eru síðan allar búnar til á bildtíma. Svo er hérna fallback og þá er það út af því að var true og þá duttum við inn í þetta og hún reyndi að birta þetta, en ef við segjum false þá segir hún fyrir það sem var ekki búið til, þetta er bara ekki til, þetta var ekki búið til, þetta er ekki til. Og síðan höfum við að lokum mögulegan á því að vera með þetta blocking og þá er þetta reynt að búa þetta til, þannig getum við verið með þetta svona eitthvað millibil. Ef þetta er ekki til, þá reynum við að sækja þetta, nýja fréttin sem hafi búið að vísa í einhvers staðar. Eða þá við getum verið með einhverja fallback birtingu eða eitthvað svona. Þannig að þarna getur þetta verið út af því að þetta hljómar allt ágætlega, ég meina, ógeðslega hræði ef við getum verið með að, generata allt fyrirfram og bara hljóma vel og svo kemur, ok, ég er með vef sem er með 10.000 fréttum og 100 síðum og á ég að bíða eftir því öllu í hvert skipti sem ég bildi eitthvað. Það meikar ekkert endilega sens, þá er ég bara, já, ég er að breyta þessu logoi eitthvað, gera eitthvað pússa þessu og það bara eitthvað, já, þú ert að bilda og ert að bíða 10 mínútur eða lengur. Þannig að það er ekki alltaf, þannig að þá er hægt að segja þetta fallback, það er hægt að generate einhvern ákvörðun, generate forsíðuna og yfirlitssíðuna fyrir fréttina og síðan generator bara on demand þegar einhver kemur inn. Þannig að þá býið til síðuna, þá er hún í raun statically generated. Og þá er þetta að stilla þetta með þessu get static paths og síðan getum við sett regeneration, þetta þýðir þá ef ég er búinn að setja út fréttina en ég uppfærði hana að þá er hún athugað hvort að hún hafi breyst ef hún er bara regenerated eftir að requestin kemur inn. Þannig að fréttin kom út, enginn skoðar hana í 12 tíma, einhver skoðar hana þá, allt er góðu, ég uppfæri hana, einhver skoðar hana 12 tíma setna, hann sér óuppfærðu fréttina en næsti sem kemur inn sér uppfærðu fréttina. Af því að þá sögðu við að hún revalidatast at most once per second. Og þá getur þetta verið líka ef ég er að fá rosalega mikið af requestum að þá er þetta ekki að gerast fyrir hverja requestu heldur í mesta lagi einu sinni á sekundu.
og þetta leyfir okkur þá í raun að regenerata það eins og við erum með núna í verkefni 5 þar sem við erum að bæta einhverjum skráningum eða eitthvað, að birta skráningalistan, hann uppfærist, en hann uppfærist ekki strax, hann uppfærist eftir að við segjum að hann revaldatist og þá verður opt-in í það með því að bæta þessu við. Þannig að þetta eru, núna erum við komin svona með þessar leiðir, þar sem við byrjuðum að skoða static, við skoða server, og nú erum við með React og nú erum við með React sem getur hegðað sér hvort heldur sem er. Þannig að þá er þetta orðið svona ágætis tólakista fyrir bara mjög margar típur af verkefnum sem við erum að vinna. Og þessi partur hérna, þið getur valið í verkefni 5 hvort þið viljið nota initial props eða server-side props, en hvort sem þið veljið, bara hafið í huga, það hitt til líka og ef þið takist á við verkefni 6 þá getur þið nota hina leiðina, það verður eins í búið þar. Meikar þetta sens, þessar leiðir? Þannig að þetta actually breytir háttalega sem bara fyrst fyrir alla. Já, þannig að þú getur ímyndað þetta skrifað einhvers staðar niður á disk og þetta að revalidata endurskrifar ofan á þá skrá á disk. Þetta er mikið hraðar en server-side props. Getur verið það. Já, út af því að með því að stilla þessu hérna þá get ég vita bara að 99,1% öllum requestum sem kom inn eru bara að fara að lesa upp eitthvað statist HTML og það verður bara mjög hratt. Á meðan ef þú ert með server-side þá veit ég allar requestum mínar farið gegnum serverinn fyrst og það er alltaf einhver kostnaðar fólginn í því. Þannig að það sem er í raun að gerast hérna er í raun að requestum kemur inn, hún er serverið út en svo heldur prósessin áfram og endurskrifar. Þú ert að piggybacka á requestinni til þess að revalidata. Það er hérna, svo er þið með fleiri pælingar hérna sem er þetta S2R sem er svona aukapakki sem við búið til sem hvað er ekki eitthvað svona elevator pitch hérna. Þetta er nú ekki gott. Hérna. Þá er þetta sem sagt stale while revalidate sem er þetta pattern. Þetta er stale á meðan ég er að revalidata og ég sætti mig við það. Það er tími þar sem þetta er í raun einhver gæti séð þetta vitlaust en sá tími er mjög lítill en hann er til staðar. Og þá í raun skilar þetta frá kassinu síðan sendur það requestu sem að revalidata þar og svo er raun uppfærið að kassið. Þannig að og þetta er í raun svona hook sem er að taka inn til þess að fá í raun svona pælingar í, við getum þetta svona annað lag ofan á fetch. Það sem ég raun optum inn í þetta, fáum einhvern fetcher hérna sem getur verið bara eitthvað sem gerir eitthvað við gögnin og þá fáum við error og data og þetta er síðan kassað einhvern veginn eins og við skilum það. En síðan með CSS-ið og þetta þá gildir allt það sem við vorum að fara yfir í seinustu fyrirlestri og við förum hérna yfir hvort það sé eitthvað sem ég er að gleyma. Við erum búin að fara yfir allt sem er svona high level hérna nema kannski internationalization og þennan image component en þið getur fyrkt hann í því að þið viljið. Þetta er svona alveg næs, þetta getur verið tvíþætt, þetta getur bæði verið þannig að við erum með tvö domain, ég er með .is og .com eða ég er með eitt sem er þá bara example.com og svo er ég með example.com/is/de/ eitthvað, einhverstað dæmi það hérna. Já, ekki. Þannig að þá er þetta bara samaskapi, eins og hitt, þá er þetta bara, ég seti next config, hvað eru localin mín og á að vera trailing slash eða ekki, á að vera með is slash eða en slash eða ekki og svo bara virkar þetta. Ég fæ þetta bara inn í params eða props á komponentum
og get þá birt mismunandi útgáfur af efninu. Sko, ég ætla ekki að byrja að fara yfir GraphQL, en það þá pælingin að við gerum það í næsta tíma að fara yfir GraphQL, en það sem ég ætla að gera í raun aðeins að gefa ykkur innsýn í það sem að leysir í raun svona verkefni sem að koma núna út frá þessu sem við erum búin að gera. Að við erum með einhvern VF og við erum með einhvern viðskiptavin eða við erum með einhvern, við erum með okkur eða einhvern sem að vill geta farið eitthvað inn og breytt einhverju. Af því að við getum alveg búið til vefi sem eru bara static með gögnum í bara repoin okkar og til þess að breyta því þá förum við bara inn og breytum bara kóðunum, bara opnum VS Code eða whatever og bara breytum því. En við erum að vinna með einhverjum sem er bara ekki forritari og veit ekki hvað þetta er og bara nei, ég ætla ekki að gera þetta svona. Og þá þurfum við eitthvað á móti og þá getur verið svolítið dýrt að vera eitthvað að segja hérna ok, ég er bara að setja niður og búa til hérna API-þjón og bakendavef og login og alls konar bara til þess að geta uppfært einhverju frétt og það er ekkert gaman. Þá er eitthvað svona tól og Prismic er í raun það er tól sem ég nota mjög mikið bara í okkar minni svona daglegu vinnu og er alveg áhugavert, en eru önnur tól til dæmis eins og Contentful hérna sem er svona, segir hérna að vera API first, það er líka Datto, ekki Datto heldur, fyrir hérna, stegum, ok, CMS, ok, Datto CMS, og þá er þetta í raun þetta headless CMS, CMS, Content Management System, staður sem fólk lokar sig inn og manage content. WordPress CMS, ekki headless, ég vil náttúrulega til þetta því að ég er með WordPress vef, ég fer inn á WordPress-admin, ég logga mig inn og ég fer þar inn og gerir new page eða new post og þar er ég inn í hausnum á CMS-num. Það þýðir þá líka ef við erum að vinna í WordPress og notum það svona out of the box, að þá erum við búin að taka ákvörðun. Ég er að setja WordPress, það þýðir að ég fæ admin-kerfið og allt þetta, en ég þarf líka að forrita þemað mitt og útlitið mitt í PHP. Ekkert allir sem vilja kannski endilega fara að vinna í PHP, þó svo PHP er bara fínt. Þá er þetta í raun, ok, hvernig getum við þá afkúplað þessu tvennu? Þá var til þetta koncept headless CMS. Hann er í raun bara admin-parturinn af WordPress. Birtingin er síðan bara eitthvað annað. Og þá getum við notað þessi tól. Ég get farið hérna inn og ég get loggað mig inn með nei, veistu eitthvað, ég hef loggað mig inn svona. Hérna er ég bara með eitthvað test, ég var að prófa nýtt hérna, hefur með nýja pælingar. Hérna er í raun komið svona, þessar nýju pælingar eru í raun að kúpla þetta við þessi framework. Þannig að það er bara nákvæmlega use case sem við erum með. Ég er bara að gera eitthvað með Next.js og mér vantar eitthvað stað til þess að geima gögnin og þá bara eitthvað fer ég hérna inn, bý eitthvað til hérna, Óli test 2. Ég ætla að nota Next.js og ég er bara einhver developer hérna og ég get byrjað hérna ókeypis með einn user og þá er þetta svona svipað og þú veist að nota Vercel eða eitthvað. Ég get verið með 3 notendur sem getur verið ég, eitthvað sem vinnur með content og eitthvað og ég fæ það fyrir $9 á mánuði. Þetta hérna gefur okkur samt aðgang að öllu í raun allri virkninni. Það sem að gerist í raun þegar við stækkum er að við fáum svona meira svona núansa í að ég get verið með einhvern sem má ekki publisha, ég get verið með einhver workflow og ég get verið með collaboration og svo eykst þetta bara eftir því sem að við þurfum að borga meira og meira pening. Ef ég býð þetta til Þessi user var hugað sem svona admin. Já, þessi notandi er í raun þá bara með öll réttindi. Já. Þannig að ég get farið hérna, ég ætla að búa til eitthvað á íslensku. Það sem að pælingin hérna, sem ég ætla svo sem bara gefa ykkur svolítið bara núna og í næsta tíma, er í raun þessar pælingar sem eru hérna, en pælingarnar hérna eru að ég er með einhverja típu, ég er með eitthvað custom type. Og það getur verið ég er með síðu og ég er með frétt. Þetta eru 2 mismunandi típur. Svo get ég fyrir típuna mína sagt, þetta er típa sem getur
verið eitt instans af eða mörg. Þá er forsíða, það er bara ein forsíða, hún er bara með eitt instans. Frétt, mörg instans, síður, mörg instans. Þannig að þetta er það sem við ætlum að skoða. Svo er þetta sækja hérna og þið þurfið ekki að gera þetta svona en þið getið ef þið viljið skoða þetta, þetta er alveg áhugavert. Er að nota svona slash machine sem er nýja konceptið hjá þeim hjá Prismic að keyra þetta upp og þá ertu raun að keyra upp React app í local development þar sem þú býr til þetta allt og fær þá skemu fyrir allt. Þannig ég býti forsíðuna mína, ég segi forsíðuna mína á með titil og mynd. Þá er það vistað sem JSON skema fyrir þetta. Það sem við ætlum bara að gera hérna og er miklu einfaldara er að fara að segja hérna notum við hann legacy builder. Þannig að hann var ekki legacy fyrir bókstaflega á þriðjudaginn þegar þetta kom inn. Þannig að þetta er ekki meira legacy en það. Það sem gerist þá er ég get farið hérna í custom types. Þá get ég valið þetta og ég ætla að segja ég ætla að búa til forsíðu og þá bara að vera homepage og ég ætla að búa hana til. Þá get ég farið hérna og hún ætla að eiga sér titil, það er title og hún ætla að eiga sér rich text sem er intro og ég ætla að segja það má bara vera með P, bold, italic og link í því og síðan ætla ég að vera með mynd. Ok, gott og blessað, vista þetta. Svo get ég farið í raun og nú er ég búinn að búa til þessa típu, þannig að við getum hugsað þetta er eins og ég var að búa til töflu með einhverju ákveðnu en í þessari töflu getur bara verið ein röð. Nú ætla ég að fara og ég ætla að fylla út í þessa röð og þá fer ég hérna og þá er þetta homepage og þá er þetta bara heimasíðan mín. Hæ, öll sömul, gaman að sjá ykkur, skrifið í gestabókina og hérna og sett link og þá getur þetta verið svona internally referensað eitthvað annað. Ég get búið til dokument og ég get vísað á það. Ég get búið til svona tengingar, ég get búið til einhvern struktúr. En ég get líka bara sagt hérna eitthvað example.org. Svo get ég vel einhverja mynd. Zombie man hérna og ég vista þetta. Og ég ætla að publisha þessu. Og núna er ég komið með eitthvað. Þetta er eitthvað content sem ég er með hérna. Ok? Svo ætla ég að fara og ég ætla að segja, ég ætla líka að vera með eitthvað sem heitir, kalla bara page. Ég get verið með marga síður. Þannig að page. Og þá þarf ég að gefa því eitthvað UID, eitthvað Unique Identifier eða slug. Þannig að þetta hljómar kunnulega og þetta er þá í raun einkvæmt ID fyrir þessa síðu. Síðan mín ætla líka að vera með title, hún ætla líka að vera með rich text og bara gerum eitthvað svona en vistum þetta hér svo ætla ég að búið til eitt sem er news nei, sem bili þetta var nú vandræðilegt en news þannig ég get farið hérna, ég get disabla þessu og ég get farið hérna og henda þessu það sem er áhugavert við þetta var nýlega startup þegar ég byrjaði að nota fyrir mörgum árum síðan en er núna orðið alveg svona player búinn að fá alveg einhverja milljónir í financing og eitthvað svona og það er svona áhugavert þannig að góðar hugmyndir og þetta er bara sama hérna þetta er bara allt mjög basic að fréttina mína geta líka verið með þessu nema munurinn á frétt og síðu frétt er eitthvað svona tímaháð, þetta er það að loka páskana að meðan að síða er okkur svona evergreen content sem er alltaf við svo sem. Þannig að ég ætla að setja líka hérna að þetta er með eitthvað date þannig að þetta er dagsetningin á fréttinu minni. Þannig að núna er ég komið þetta og nú er ég komið forsíðuna mína og ég ætla að búa til síðuna mína og hérna er þetta sem sagt mig eitthvað mig og ég get farið hérna að við erum með hérna einhvern rich text editor þar að segja ég get sett inn svona efni ég get sett mynd hérna inn í þetta ég get gert og græðið eitthvað alls konar svona sett allt textið hérna hjóla ok, bara fínt
við getum publisað þessu og svo getum búið til frétt og þá það bara lokað páskana og hún á að vera hérna bara á morgun. Það er hérna buggur, eðin ekki rétt sett yfir í svona friendly ASCII ameríska hérna lokað frá X til Y og nú er ég hérna og þarna í raun bara kemur inn í þetta, ef ég ætla að búa til eitthvað VF hvernig ætti hönnunin að vera og eitthvað svona, það er bara allt annað önnur pæling svo sem að vefa útlitið og eitthvað svona. Nú bara svona, hvernig erum við að vinna með efnið, hvað er efnið? Að þegar við förum alveg í fyrsta fyrirlestur í vefforðun 1 þá er hvað er ég að fara að gefa út, hvað er verkefnið, hvað er það sem ég er að gera, hvað er það sem ég er að koma frá mér. Þannig að þarna höfum við einhvern stað til að gera það. En núna erum við með þetta hérna og þá er spurningin, ok, hvað svo? Nú vil ég birta þetta. Þá er í raun 2 hlutir sem að Prismic bjóð upp á. Docs. Þá er hérna hvernig á content modela á förum bara hérna á þá getum við farið hérna og við getum í raun farið á þetta sem við erum með hérna. Við getum farið á þessa slóð og þá fáum við núna einhvern hérna REST API browser þar sem við getum farið og við getum sagt hvernig virkaði þetta, search and everything, já, ég get bara gert svona, þá fæ ég dokumentið mitt. Þá út af því að þetta er alltaf vel skilgreint, þá fæ ég dagsetninguna sem dagsetningu, sem date. Þannig að þetta er eitthvað að koma, en þetta er svo sem ekki að því leyti að bara geta fengið hvað erum að vera hérna að fá í raun gögnin að það er REST API þarna, ég man ekki alveg svo hvernig við komumst í hann og við ætlum svo sem ekki að nota hann en hann er í boði. Það sem við ætlum að gera og er þá bara aðeins svona sneak peek fyrir næstu viku er það að við getum notað GraphQL API, hann er hérna /GraphQL og þetta hérna er GraphQL sem er svona eins og Postman nema er bara embedda sem svona web interface í projektum sem að leyfi mér þá að móti þessari hérna repo, þessu Prismic repo eins og það kalla, sem er ekki samt GitHub repo, að þá get ég gert fyrirspurnir á efnið. Þannig að ég get byrjað hérna og GraphQL er sem sagt graph-based sem þýðir þá í raun og við erum með bara eitthvað graph og það eru bara tengingar á milli þess. Og það sem við fáum þannig eru bara leiðir til þess að querya þetta graph. Og þetta er svolítið svona JSON-like syntax, nema ég get gert hérna control space og þá fæ ég í raun hérna autocomplete, þá sé ég hérna í raun all homepages, page, all pages, news, all news. Þetta er svona einhver áhugaverð leið til þess að búa til fleirtölu hérna en alltaf leið. Þannig ég get sagt all pages og þá ætlum ég að reyna að fara inn í það. Ég ætla að fara hérna inn í, ég ætla að fá það því það er í raun samansafnað einhverju og ég get queryað onni það. Þá fáum við hérna í raun upplýsingar page og þá getum við séð eitthvað það. Ég get séð total count og ég get séð edges sem er í raun bara af því að þetta er collection af einhverju, þá getur ég farið inn og þetta eru laufin sem ég get sótt. Og þá getur ég sótt eitthvað ákveðin node og þá getur ég sótt eitthvað ákveðin title. Nú getur ég keyrt þetta og þá fæ ég tilbaka JSON sem inniheldur þá data hérna og inn í data er í raun nákvæm
eftirmynd af queryinu sem ég bað um. Þannig ég bað um all pages, það er þá hérna, ég bað um page info og þá fæ ég að vita hérna þetta ekki með næstu eða previous page. Ég fæ total count, síðan fæ ég edges, það er í raun möguleikir á mörgum stökum, þannig þá fæ ég fylki hérna og inn í title, inn í edgeinu fæ ég síðan object sem er node sem er síðan með title og það er með einhverjum ákveðnum gögnum. Og nú get ég farið og ég get í raun beðið um meira, ég get beðið um það contentið sem ég var með og þá fæ ég hérna og contentið er í raun eitthvað fylki út af því að það sem það gerir er í raun þessi rich text editor er kóðaður afsakið í JSON format. Það sem við sjáum hérna, ég byrjaði að skrifa eitthvað um mig, svo skrifaði ég ordered list, það sem ég var með 2 stök, svo setti ég mynd, hún var hérna og það klikkaði hjá mig síðan að skrifa einhvern alttexta hérna. Þannig ég fæ struktúru gögn út úr þessu. Það er svolítið lykillinn. Allt sem ég er að gera þarna er struktúrað. Þannig að ekkert, eða ég gæti í raun gert það þannig að nú ætla ég að vera með einhverja síðu hérna og ég ætla bara að setja inn eitthvað alls konar efni og ég ætla bara að vinna í þessum ritli, eða ég geti farið og sagt núna, ok, síða, vantar að bæta einhverju við hérna. Síða á líka geta verið með höfunda. Ja, þá kannski passa betur við fréttir. En ég ætla að segja, síða getur átt höfunda. Þá ætla ég að segja hérna, ég ætla að vera með group. Það eru authors. Þá getur ég verið með fílda hérna inni þar sem ég getur sett inn fleiri en eina færslu. Og já, ég hérna, authorarnir eiga að geta verið starfsmenn eða einhverjir í teiminu eða eitthvað. Þannig ég ætla líka að búa til bara hérna person. Búin það til og person er með UID, þannig ég vil geta verið með síðu sem ég get séð viðkomandi og þá vera name og about. Þetta eru bara upplýsingar um viðkomandi. Ok, svo ætlum ég núna að fara í news og ég ætla að segja hérna er þetta í raun content relationship. Ég ætla að segja að þetta er person sem er þá, eða þetta er bara author, það meikar meira sens og ég ætla að segja að þetta má bara vera person. Ég ætla að setja svona, þú veist þetta og þá get ég farið núna og uppfært fréttina, eða ég ætla fyrst að búa til 2 höfunda eða 2 personur. Þannig það er Óli, forritari, vistum þetta, ég myndi út og aðra personu sem ætlar að vera Gunna, Hannur. Svona. Þá get ég farið núna og í fréttina mína og við Gunna vorum að láta vita að það sé lokað hjá okkur. En þá fyrir hérna, ég ætla að bæta þessu við, ég ætla að vista, gefa þetta út. Þá er í raun, þarna hefði ég getað farið hérna og sagt eitthvað kveðja, Óli og Gunna, eitthvað svona. En núna, með því að ég er að búa til struktúruð content fyrir þessu, þá gæti ég tekið þetta og eins og við vorum að gera í seinasta tíma, sem við vorum að búa til eitthvað svona content model fyrir efni á síðun okkar, og þá get ég tekið þetta og ég get pikkað út nákvæmlega það sem ég vill höfundinn og byrt nafn og lýsingu, eða ég geti bætt mynd og netfangi og síma og bara alltaf þeim upplýsingum sem ég vill og ég get valið þau út og ég get sett þau inn í forritið mitt, inn í Next.js forritið mitt og ég get verið með það bara með TypeScript, þannig að ég er með þetta allt typað, þannig ég veit, þú veist, nafnið er actually strengur, myndin er actually image típan og ég get síðan selektað þessi gögn og það er það sem við ætlum að skoða síðan í næsta tíma, hvernig við framkomum þetta. Þegar nú er ég með þetta all pages hérna, nema ég líka að sækja núna á news og þá gildir það sama, þetta er eitthvað collection, nema ég veit hérna að þetta er fréttin lokað páskana, þannig að sem segjum svo að ég hef verið hérna þessum vef sem við vorum hérna, þú veist, ég fer inn á þetta hér, ég vil þá query eftir þessu, þá getur það farið alla leiðina til í þetta hérna og þá get ég sagt bara news, þá getur ég gert hérna, þá getur ég sendt inn breytur inn í GraphQL queryun okkar
þá getur það verið svona, svo er ég að senda inn líka tungumálið. Þá fæ ég hérna title og date, hendi þessu út og þá fáum við hérna, þetta passa við það sem við skráðum. Nema nú verður þetta, ég þarf að reynda að refresha hérna, þá fæ ég hérna authors og þá reyni ég að framkvæma hérna, þá segir hún field authors of type news authors must have a subselection. Þá get ég séð hérna, sé þetta líka hérna, ég get líka command tabba hérna hjá mér, klikkað og þá sé ég hérna skýringu eða documentation á þessu og þá sé ég að author er eitthvað sem heitir linkable og linkable getur í raun tengst við eitthvað annað og það er það út af því að þetta var content relationship, þá getur þetta linkað í aðra nóðu, þannig að kemur grafið, þannig að ég getur í raun verið með bara nóðu sem linkar í nóðu sem linkar í nóðu sem linkar í nóðu, ég bara eins og ég vil. Og þá kem ég hérna og þá er raun author er það sem við vorum með hérna undir og undir author þá erum við með eitthvað hérna og það er þetta linkable. Þannig að ég get þá sagt hérna link type og nú get ég gert queryið og þá séum við að þetta fer yfir eitthvað document. Svo erum við með annað hérna sem er type name og þá sé ég hérna að það er person. Type name er til á öllum típum í GraphQL og gefur til kynna í raun hvaða implementation viðkomandi er með þetta hérna. Þá komum við hérna að lokum svona það sem að fari betur yfir í fyrirlestunum sem við var með í fyrra GraphQL er að við getum notað svona selector sem að selector þá aðra típu á þessu union type sem þetta linkable er. Það getur verið eitthvað af þessu hérna nema við vitum ekki hvað það er fyrir við biðjum það, eða við getum beðið það og þá vitum við að við erum actually að geta beðið það, af því það eru mismunandi reytir á person og news. Þannig að ég þarf ef að þetta er person þá fæ ég name og ég fæ about og ég fæ eitthvað annað hérna, ég sé link type líka hérna. Og þá getur ég séð, það eru authors, það er author hér og það er Gunnar sem er hönnuður og það er annar hönnuður sem er Óli sem er forritari. Þá séum við þetta er person og þetta er document. Þannig að hérna er ég búinn að búa til query onni GraphQL sem skila með struktúruðum gögnum á JSON formi sem ég geti núna tekið þetta hérna, tengt það við einhverja síðu hér, fengið inn gögnin sem típu JSON gögn, eða sem JSON gögn sem við þurftum síðan að sörta sig einhver ákveðin típa og síðan er hún farið hérna og sagt titillinn á fréttinni minni, titillinn á höfundunum mínum, efnið í fréttinni. Og þannig er hún komið með þá leið til þess að hleypa einhverjum síðan inn í þetta hérna og segja bara, gjör svo vel, nú getur þú fyrir að skrifa fréttir og þær birtast á vefnum. Og þannig er þetta annað dæmi svona hversu auðvelt það er, ég ætla kannski ekki að segja þessi auðvelt, en það er auðveldara en það var að reyna að búa til og tengja svona alls konar tól saman. Og þannig erum við með Next.js með tækifæri til þess að nota öll þessi tól, eða öll þessi koncept sem við erum búin að vera að fara yfir núna í vor til þess að búa til verkefni sem að nota bara það sem við viljum. Viljum nota þetta, Contentful eða Datto eða WordPress. Bara hvað þarf verkefnið, hvað viljum við gera. Þannig að við skoðum nánar aðeins í næsta tíma hvernig við getum notað GraphQL til þess að tengja og gera það eitthvað meira svona alvöru úr þessu. En annars segi ég bara takk í dag.